Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum hérna á N4 og við erum búin að fara yfir ýmislegt skemmtilegt sem að vera helgina á Akureyrarvöku og að gera hvetja enn og aftur fólk til þess að kíkja á það. Ég eiginlega bara ykkar vegna, þetta svo spennandi. En það meira spennandi að gerast í bænum því að það að hefjast starfsárið í menningarhúsinu Hofi og þessu nýja félagi MAG, þar sem leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og menningarhúsið Hof í rauninni eru sameiginlega og fengu örugglega flestir að sjá þennan fína bækling frá þeim núna og bara strax að skoða allt sem í boði hjá okkur, væri svona pínu, hvernig sem var impressive á íslensku. Já, þetta er ansi flott, þetta eru 20 viðburðir bara þarna á forsíðunni sem að sjáum þess að framleiðslu menningarfélagsins núna í vetur, þar sem að þessi 3 félög eru saman að standa að því að búa til nýtt menningarefni í rauninni. Og það er svona svolítið, setjum við upp hérna á forsíðuna sem að sláum því svolítið upp. Já, nákvæmlega. Þetta hlýtur að vera svolítið flókið, geti ímyndað mér á bak við tjöldin, því að þetta er vissulega leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands og svo náttúrulega menningarhúsið sjálft sem er náttúrulega að leigja bara hreinlega út sal til ýmissa viðburða. Akkurat, til annarra viðburðahaldara. Þannig að Þetta er svolítið ólíks svona umhverfi heldur en kannski var. Algjörlega, auðvitað. En það sem er náttúrulega að gerast líka er að núna fáum við loksins að vinna saman samt. Og við finnum rosalega mikið fyrir þetta er náttúrulega, við erum ennþá með skipt í deildir. Það er einn svona yfir leikhúsinu, það er einn yfir Sinfóníuhljómsveitinni og það er einn yfir Hofi og reyndar núna Hofi og svo samkomuhúsuna því að þetta er samkomuhúsorðið núna líka ráðstefnuhús og hús sem er hægt að leigja út fyrir viðburði og ráðstefnur eða hvað sem er. En það sem við finnum svolítið mikið fyrir þegar við erum að vinna þessar dagskrá og undirbúa framhaldið er að við getum nýtt krafta hvers annars svo mikið. Og það kemur fram í nokkrum viðburðum þarna sem við erum með að sko, þó það séu sinfónískir tónleikar sem við erum að bjóða upp á, þá læðast inn í leikhúselement. Það verður kannski einn leikari með og það verður kannski dramatúrg sem að sér að það sé allt rétt upp stillt og allt þannig. En svo sjálfsögðu erum við líka með bara klassíkina, þess að við erum bara með hefðbundnu tónleikana og allt er miklu bara klassískara í rauninni eins og hefur verið. Og þetta er náttúrulega eiginlega alveg nýtt teymi sem er að standa að þessu. Já. Þetta hlýtur á sama tíma að vera ótrúlega spennandi og margt nýtt að fiffa til þess að þetta smelli saman. Algjörlega, við erum svolítið öll að gera þetta í fyrsta sinn og það er bara búið að vera fáránlega skemmtilegt. Þetta er gott fólk, það er gaman að vinna með þessu fólki. Við búum samt líka að því, það má ekki gleyma því að það er starfi sem er búið að vinna á undan okkur, er svo gott. Þannig við erum ekkert að koma að bara einhverju algjörlega óunnu verkefni. Við erum með 20 ára sögu Sinfóníuhljómsveitarinnar, 100 ára sögu leikfélagsins. Við erum með tæknifólk innanborðs bæði í Hofi og samkomuhúsinu sem að kann á húsin, sem að kann á allt sem er verið að nota þetta innanborðs. Þannig að þetta er ekkert nýtt. Nei, nákvæmlega. Þó svo að félagið sé nýtt og þetta samstarf sé nýtt, þá erum við í rauninni ekkert með neitt nýtt annað heldur en bara kraftinn og samvinnuna og það er kannski það sem er svo gaman að bjóða upp á, setja þetta allt saman, sýna bara hvað hægt er að gera þegar staðið saman. Og bara láta þetta vinna meira saman sem heild en frekar en vissi hvað. Algjörlega. Og það er ekki lengur þannig að 2 mismunandi félög þurfa að hittast á fundi, ræða mögulegt samstarf eina sýningu eða viðburð, heldur hittust við á hverjum degi. Já. Við vinnum saman og það er nú það sem gerist ofta að bara stundu getur krafturinn og hugmyndirna komið bara á ganginu með kaffistofuna. Oftast er það náttúrulega þannig. Þegar þá að nú ætlum við að halda hugmyndaflæðafund er ekkert endilega besta. Það er ekki hugmyndina Svo ertu bara að fá þér kaffi og hlæja og þá koma þeir. Og oftast úr einhverjum bröndurum og gríni. Nákvæmlega. Gerum það kannski, það hljómar ekki svo illa. Prófum þetta bara, tekum hvað sé hægt. En þú ert að koma inn til dæmis sem leikari hjá leikfélagi Akureyrar MAG. Hvernig, ég bara segja mér aðeins frá þér, hver ertu, hvað ertu að vera að gera, hvað ert þú að vilja upp á dekk, ungi maður? Já, ég er bara nýfluttur norður, flutti í janúar og leika í Lísu Undralandi og ætla nú að leika hjá leikfélaginu í vetur og byrja því að frumsýna býr Íslendingur hér sem verður frumsýnt 8. september, núna í samkomuhúsinu og það verður margt í boði í vetur. Þetta er rosalega spennandi vetur, fjölbreyttur vetur hjá leikfélaginu. Svo frumsýnum við þetta er Grín án jokes, nýtt íslenskt leikrit eftir Sögu Garðars og Dóra Díana sem við lásum fyrst í gær og við komumst allir í gegnum það. Hláturskvöllin ómöðu út allt Hof, Áttum verið með að lesa í gegnum það, bara grenja svo mikið hlátur, Og svo erum við Pílu Pínu,
yndislega. Yndislega. Ég átti plötuna, það var alveg hérna. Þetta nákvæmlega viðbröð sem við fáum bara, píla. Mér langar með dætu mínar og það. Og svo erum við með trúðasýningu, þar sem tökum við Helga Magra. Já. Og eftir Matthías Jókusson, sem sagði sjálfur að þetta væri reglulega versta leikrit sem hann hefur skrifað. Já, versta leikrit Íslandssögunnar. Já, versta leikrit Íslandssögunnar. Við ákveðum bara, já, tökum það. Tökum það, já. Tökum það. Við byrjum sem djók á kaffestofur. En það sem trúðasýning, trúðaspöðunarsýning, enn meira djók, En ég held að þetta verði eitthvað sem að... En það var þannig, þá verður bara trúðan og þeir taka þetta leikrit og bara þeir ætla að komast í gegnum það. Já. Og svo bara kannski komast þeir í gegnum fyrstu 5 blaðsíðurnar og engin sýning verður eins. Nei. Maður þarf að kaupa sér með bara allar. Já. Getið ykkur nokkur leikhúskort á allar sýningar. Eitt kort bara það. Já, þannig að þetta er rosa fjölbreyttur vetur og mjög spennandi. Þú voru að segja mér aðeins meira frá Býr Íslendingur hér. Ég er pínu spennt að því að það er svo stutt í það. Hvað er það að segja mér? Nú þurfum við aðeins að hérna. Já, fyrirgefðu, það er ekki gaman. Það er ekkert fyndið við það. Nei, það er eiginlega ekkert rosalega fyndið. Býr Íslendingur hér er saga Leifs Müller, Íslending sem var sendur og eiginlega svikinn í hendur nasista og var sendur í Sachsenhausen, fangabúðirnar. Og þetta er leikgerð eftir Þórarin Eyfjörð upp úr bókinni Býr Íslendingur hér eftir Garðar Sverrisson. Og við erum tveir að leika þetta, ég og Arnar Jónsson sem er gamall Akureyringur og stórleikari. Og þetta er bara saga hans þegar hann er námsmaður út í Noregi og Oslo og Noregi eru hertekinn af nasistum og þá ætlar hann að flýja heim til Íslands. Það virkar á mig bara strax og þið bæði nefnið þetta að það bara, þetta er eins og þetta hafi slegið streng hjá ykkur, þetta verk. Já, algjörlega. Þetta er saga sem hefur gleymst. Þá kannski nokkuð margir lesi þessa bók, já einmitt, lesi þessa bók, þetta er hræðileg saga en hún er miklu dýpri og þessi Íslendingar sem að svikan, hann var ekki sendur í fangelsi, hann var bara fenginn laus, sendur til Íslands og þetta snertir íslensku þjóðina og íslenskt samfélag rosa mikið. Nákvæmlega. Það er líka svo oft talað að við höfum lítið tekið þátt í seinni heimsstyrjöldinni, mist, fáa, allt það en það er bara ekkert rétt. Þetta hafði bara gríðarlega áhrif, við erum fá og hver einasta sál náttúrulega er svolítið mikil mál og það er svo merkilegt að skoða einmitt söguna hversu mikinn þátt við tókum. Einmitt bæði spilling sem að tengdist nasistum, þar sem að nasistar voru alveg í einhverju, það voru nasistar á Íslandi og höfðu sín völd. Og þetta er eitthvað svona sem hefur alltaf bara verið, þessu hefur svolítið verið sopað undir teppið, lítið talað þetta og einhvern veginn saga sem að við höfum einhvern veginn ekki þurft að takast á við. Nei, nákvæmlega. Við þurfum eiginlega alveg bara sér heimsókn í samkomuhúsið til þess að fræðast nánar bara þessa tiltekna sýningu og reyndar veit ég næstu því allar. Það er eiginlega synd að komast ekki yfir þær allar en það verður eiginlega kannski nefna Sinfóníuhljómsveitin náttúrulega verður með sína stóru tónleika og kannski þú segir okkur frá þessu fyrirkomulagi sem þú voru að kynna svo við plöggum nú líka því einhver verður að mæta á þetta allt saman og borga fyrir brúsan, er það ekki? Að hluta til. Hvað þessi áskriftakorta möguleiki? Já, mér langar kannski fyrst að segja frá það þegar við erum að tala svo mikið Akureyrarvöku. Þá erum við náttúrulega bara að byrja svolítið líka núna helgina. Í kvöld þá eru fyrstu tónleikar Sinfóníuhljómsveitarinnar, syngdu með. Þá bjóðum við bara í Hamraborg, allir bara fritt inn á meðan húsrúm leyfir. Það er æðislegt. Og þar bara er fólk boðið að koma og setjast í salinn. Sinfóníuhljómsveitin spilar, við erum með þarna frábæra tónlistarmenn, söngvera sem að leiða sönginn og síðan mega bara allir syngja með, Nákvæmlega, það er stemming í því. Það er stemning og þú veist fyrir okkur sem fílum það. Það er rosalega skemmtilegt. Ég held að verði fjör í Hofi. Mér langar svo oft að syngja tónleika og aldrei viðeigandi. Og núna bara því hærra því betra, Síðan ætlum við að opna bæði húsin, bæði Hof og samkomuhúsið helgina, bjóða fólk velkomið. Við erum opið hús frá 1 til 4 og það má bæði koma við erum með svona ferðir húsið, þar sem þú getur komið og skoðað baksviðs, bæði í samkomuhúsinu og Hofi, skoða svona sem er alveg þess virði, Ég minn einu, þetta er svo stór og merkileg, Hof svona stórt og merkilegt hús og margt að gerast þar og síðan öll sagan í samkomuhúsinu og þröngu gangarnir og þetta þarf að skoða, ég mæli með því. Og svo verðum við með kynningu á öllu starfs
árinu inn í Hamraborg 3 sinnum yfir daginn, sem sagt á laugardeginum. Nákvæmlega. En já, að áskriftarkortunum. Og við núna náttúrulega með saminuðum félögum og getum við búið upp á miklu fjölbreyttari kort. Og áskriftarkortin okkar eru þrennskonar. Við erum með áskriftarkortmagn, fjölskyldukortmagn og opið áskriftarkortmagn. Af því eins og komst inn áðan, þá náttúrulega erum við líka með viðburði sem að aðrir viðburðarhaldarar eru að halda hjá okkur. Áskriftarkortinu þá getur við valið 4 viðburði sem eru þarna á forsíðunni hjá okkur af því sem við erum að framleiða. Fjölskyldukortið þá velur við erum með 5 fjölskylduviðburði núna sem við erum svolítið stolt af. Þetta er mikið í boði fyrir fjölskylduna, bæði tónleikar og leiksýningar. Þá getur við valið 3 af 5 fjölskylduviðburðum okkur og fengið gríðarlega góðan afslátt. Og síðan erum við með opna áskriftarkortið þar sem að 3 sýningar eru valdar af okkar framleiðslu og síðan 1 af gestasýningunum sem eru að koma til okkar. Þannig að þá getur alveg blandað þessu öllu saman. Þetta er efni í bara kaffibolla fjölskyldunar til þess að leggjast yfir. Þetta er svolítið þannig, sko. Og svo, mér er svo gaman, sko, þú veist að þegar fólk er kannski erfitt með að ákveða sig og hvernig það gerir þetta, þá finnst mér svo gaman að segja frá mömmu minni, sko. Veist að það er svo oft erfitt að velja, sko, hversu mörg áskriftarkort og kaupa fyrir fjölskylduna eitthvað þannig. Mamma gerir þetta, sko, fyrir 5 manna fjölskylduna og kaupir hún 3 kort. Það þurfa ekkert allir að fá kort og það er kannski það sem að fólk má að skoða. Það er hægt að velja, sko, hún velur sýningu, sko, sem að allir í fjölskyldunni eiga að fara á og það í þessu tilfelli verður þá Píla Pína sem er stórsýningin okkar. Leikfélagið, Sinfónían og Hófur öll að setja þá sýningu upp saman, sko. Þannig að hún kaupir 3 með það, en til að hinir komist, þá notar hún afsláttinn, 15% afsláttinn sem maður fær fyrir að eiga áskriftarkort. Síðan velur hún sýningar eins og Býr Íslendingur hér, þar sem hún og pabbi ætla að mæta og hún vill ekki að yngri börnin fari með á, sko, en velur síðan, sko, fjölskyldukort fyrir þau þar sem að verður farið á, sko, skilabóðaskjóðina og ástakörfuna og Frost með Grétu Salóme, en þau nenna ekki bæða það, þannig að pabbi fer á annað og hún á hitt, þannig að það er svona hægt að púsla þessum áskriftarkortum alveg Þetta er ekki bara kaffibolli, þetta er sko fjölskyldufundur. Nákvæmlega, þetta er fjölskyldufundur sem þarf að leggjast yfir bæklingin, sko. Hún er bara að hugsa þetta konan. Takk fyrir komuna bæði 2. Ég hvet ykkur bara öll til þess að fara og bæði fylgjast með Akureyrarvöku núna helgina. Það verður brjálæðislega mikið að vera í bænum og ef þið viljið vita meira viðburði í menningarhúsinu, fara inn á menningarhus.is. Það er yfirleitt hægt að finna allt þar, hef lært af reynslunni, en ég ætla að segja bara einfaldlega góða helgi.